Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í enn eina ferðina með Jesú og hann mættur til leiks og hvað ert þú? Þú ert þarna besta mál. Af því að við erum nú komin saman, að þá er Drottinn til í að hefja ferð og það hefur alveg örugglega helling að segja við okkur. Svona rétt fyrir jólin. Ekki veit ég hvað þú ætlaði þér jólin og ekki heldur með sjálfa mig, en það skiptir ekki máli. Ekki veit ég hvort þú sért búin að fara í síðustsbrautina þína, þriðju umferðina, eða sért einn þeirra sem ekki hefur farið í neina. Mér varðar ekkert það er bara þín ákvörðun hvernig þú gerir þetta. En allavega bið ég í Jesú nafni að þú sleppir við faraldurinn. Já, hann engum skemmtilegur. Engin faraldur reyndar skemmtilegur. Og þessi sem nú er nú nokkuð skæður. En svona til að segja ykkur það, þá er hann ekkert svo fyrsti sem skæður sem hefur komið yfir þetta land. Þessi þjóð hefur þolað eins og allar aðra þjóðir helling af skæðum faröldurum sem hafa lagt allt og marga að velli. Spánska veikin felldi hún ekki 500 manns þegar hún var hérna í upphafi síðustu aldar. Já, í kringum 1919-20 fyrir eitthvað á því róli. Hún var mjög skæð. Ég veit ekki hvað hún varði lengi. Hún varði í einhverja mánuði, held ég nú ekki í árum saman, það held ég nú ekki. En þessi sem nú hún búin að vera í 3 ár, kallinn minn, eða eitthvað svoleiðis. Og við, ég og þú erum sennilega farin að ímynda okkur það, þetta hætti nú aldrei. En það nú bara ég og þú sem erum svona og oft höfum við nú sagt að þetta hættir aldrei, þessu líkur aldrei. En svo lauk þessu. Og við stóðum keikir eftir. Og það verður eins núna. Einn daginn, þá verður þetta, já, að baki, leiðinda minning af vísu, en að baki, en samt ekki alveg ennþá, við erum enn að glíma við þetta, en við skulum samt ekki leyfa okkur að segja að þetta bara fara aldrei. Ég trúi því að við munum finna upp bóluefni sem að hindrar að vera okkur algjörlega gegn þessu. En það ekki búið að finna það en þó virðist vera. Við höfum fundið upp alveg hrúga bóluefnum til að sem hafa algjörlega bara eitt þessum faröldrum úr mannlífinu. Við munum eftir, við heyrtum mislinga og rauðuhundan og allt þetta. Börn í dag eru bara sprautu við þessu, digg, og svo bara það búið. Þetta vitum við. Og ég trúi því að sama verði með þetta, að henni verði ýtt úr vegi, þessari COVID-plágu, með einhverju bóluefni sem að bara verður algjörlega skothelt og við höfum dæmin fyrir þessu þannig að við erum ekkert að tala neina bábili hér. En að sjá ekki komið að þessu ennþá. En það má auðvitað lofa sjálfum sér og öllum öðrum því að það verið að vinna stífum höndum að þessu. Það verið að reyna að vinna bug á þessari veiru eins og menn geta. Það engin leikur og ekki neitt djók. Menn eru með alls konar kenningar og uppi þetta. Það nú gamla vísindaskáldsaga náttúrulega kom nú fyrst af stað að þetta verður nú búið til í
í vísindastofu og búið að nafngreina landi, en ég held að það sé nú ekkert þar sem þetta er upprunnið. Af hverju gerist þetta? Ég veit það ekki. En ég veit bara að þetta gerist. Misjafnlega skæðar pestir sem að koma bara úr loftinu. Já, úr loftinu, þaðan kemur þetta nú allt. Og svo framvegis og svo framvegis. Og þetta hefur við þurft að glíma við svo lengi sem við munum. Ég man eftir því að ég fekk sem barn mislinga og gekk í gegnum þá ásamt mínum bræðrum. Ég man ekkert hvað við vorum lengi í þessu. Ég man bara það að það mátti ekki var að helst að vera dregið fyrir gluggana. Digg. Ég veit ekki hverju það var. Og ég man eftir líka læknirinn blessaður. Hann kom og stakk hausnum inn hurðina og skoðaði strákana. En ekkert meira, ég held að hann aldrei komið inn fyrir, en ég veit ekki, var þetta bráðsmitandi? Jú, ég held það nú, en fyrir þá sem að höfðu ekki fengið þetta. Já, hann hefur örugglega verið búinn að fá þetta kallinn þegar hann var krakki. Þannig að hann hefur verið ónæmur. Ég man alltaf eftir því hann stakk hausnum annars slagi, svona, kannski einu sinni á dag inn fyrir til að athuga. Því að mislingar voru auðvitað leiðindar faraldur. Örugglega hafa margir dáið úr mislingum, hugsa það nú. En við strákarnir vorum sterkir og við náðum okkur af þessu, og ég man nú aldrei eftir því að hafa orðið eitthvað fárveikur, það held ég nú ekki. En ég man eftir því við þurftum að vera þarna inn í þessu hálfmyrkva herbyggi. Í einhverja daga held ég man ekki hver marga daga, það voru nokkri dagar, og svo læknaðist það allt saman. Eins verður með þetta, þennan faraldur, að hann mun fara. Þannig við leyfum okkur ekki þann munið að segja sem svo að þetta fara aldrei. Því allt fyrir einhvern tíma. Svo mikið vitum við. Þetta nú líka svona sem að mér snýr, býtu við, ég að taka þessu, hvernig ég að taka þessu? Ég hef nú að viðurkenna það, ég tekur svona óskuplétt, ég nú ekki allan daginn að hugsa þetta og ég bara hef lifað mínu venjulega lífi sem ég lifað síðustu 20-30 ár. Það verður ekkert breyst neitt þar. Og ég lofa minn Guð og ég les minn Guð og ég bið til míns Guðs. Hann alltaf bara eins og ég hef alltaf þekkt hann. Og það það sem hann vill. Hann vill að ég þekki sig eins og hann er. Hann bara þessi. Ég segir Drottinn. Hvernig. Ég sé það í Biblíunni. Hvernig hann er. Og ef ég vill vita mikið hann, þá þetta lesi Biblíuna. Og það gerir hver kristinn maður og meira aðrir en sumir. Það svo sem ekki til þess að hæla sér neitt af, því að ef þú lest Biblíuna minn kæri, þá gerir það þörf. Þú ert ekkert að því til þess að sýnast fyrir einum og einum, og maður spyr sér nú bara, hverjum ætti ég að sýnast fyrir? Hverjum ekki sama hvort að ég að lesa Biblíuna eða Bítlarnir tel í? Hún nú til hérna á mínu heimil og ég ennþá á blaðsíðu 100, ég hef ekki lesið hann í mörg ár. Hvenær kom hún út? 2017 var það ekki. Þá las ég 100 blaðsíður og síðan lokaði ég henni og hef ekki litið í hana síðan og alltaf á leiðinni til að klára hana. En ég get alveg undirstrikað það, þetta mjög vel skrifuð bók og mjög áhugaverð bók. En þessi hérna sem þú ert að horfa á og hlusta á, hann eiginlega bara nennir ekki orðið að lesa bækur. Og fór þá leið að versla sér svo lítið af hljóðbókum. Það svona mín leið í dag. Og þær eru nú alltaf að vaxa fiskur hrygg og það alltaf að verða meira og meira úrvalið af hljóðbókum. Þetta mjög skemmtilegt form, það að segja fyrir þá sem að hafa áhuga fyrir því. Þú getur verið með þetta í símanum þínum
hvað er ekki í símanum þínum í dag. Og þú getur verið með þetta er á netinu, þannig að ég veit þú hangir á netinu lón og dón og í stað þess að vera að hanga á klámsíðunum og þá getur þú bara farið og hlustað á góða bók, það er nú aldrei flott. Og ég gerir nú svolítið að því svona ef ég á kvöldin, ég hættur vinnunni minni, þá fer ég oft að hlusta á bók. Ég er núna að hlusta á, svo ég segi þér það, því ef þú vilt vita það þetta, þá er ég að hlusta á bókina sem hann skrifaði ykkur, mann ekki hvað hann heiti, mann aldrei neina öfnmaður, ævisögu Halldórs Laxness. Hún er svona að byrja, mér sýnist að hún sé afskaplega áhugaverð. Enda merkismaður Halldór Laxness okkar blessaður. Ég veit að þú átt allar bækurnar, eða ekki? En þú hefur ekki lesið eina af þeim með það? Já, ég hef lesið eina, það má ég eiga. Og ég gerði það þegar ég var 12 ára gamall. Og það var fyrsta bók Laxness, hún heitir Börn náttúrunnar. Og ég man eftir því, ég man reyndar ekkert hvað hún var, að 12 ára gamall guttinn hafði bara býsna gaman að þeirri bók. Mér fannst þetta góð bók. En þá var ég 12 ára og ég er eldri í dag, þú segir það, ég er orðinn aðeins eldri, þá var ég ekki gráhærður. Þegar ég var 12 ára þá var ég nú kannski aðeins meira há, eða voru við broddaklipptir 12 ára? Nei, ég held nú ekki. Ég held að við vorum verið konum með kannski ekki bítlahár, það kom seinna. En hérna kannski meira en þetta. En einhvern tíma var maður broddaklipptur, það var alveg niður og ekki reyndar eins mikið eins og þetta ég núna. Þannig allt fer þetta nú hringi. Áks. Og svo fór það niður á axlir. Svo fór það niður fyrir axlir. Svo var það herraklippingin fallega. Varst eftir henni. Og svo þetta sem er í dag. Hvað er af þessu best? Mér finnst þetta fínt. Ætli mér hef ekki fundist allt hitt bara fínt líka, ég hugsa það. En undir þessu öllu saman hári er nú bara þessi einstaklingur sem heitir Konni úr Hafnarfirði. Það er bara ágætis náungi, held ég. Konni úr Hafnarfirði er trúaður maður í dag. Er vandur að virðingu sinni í dag. Heiðarlegur fram í fingurgóma. Reyndar hef ég nú alltaf verið það svona, já, held ég. Og er það ennþá, hef alltaf verið. Og legg mig hvern dag á koddann, laus við meðvitund synd. Eins og Drottinn hvetur okkur til að gera. Við erum okkur ekki meðvituð synd, en Drottinn les hjartað. Ef hún er þar og ég er ekki meðvitaður hana, þá geri ég hvað? Ég þarf þó að biðjast fyrirgefningar á henni. Og Davíð konungur gengur skrefinu lengra en þetta, hann segir: losa mig við synd sem ég er ekki meðvitaður eða eitthvað í þeim dúr. Þannig að þessi hugsun er nú til, hún er í Biblíunni. Hún kemur frá Davíð konungi, ég held var það ekki Davíð konungur sem sagði þetta og hann lenti nú í alls konar hremmingum, Davíð greið og braut margvíslega af sér. Það segir okkur bara það að þessi menn, þessi guðsmenn, hver sem er, nema fyrir utan Jesús, hann er náttúrulega bara stendur stakur þarna, voru allir menn bara eins og ég og þú. Sumir að þeim brutu af sér all svakalega, aðrir kannski sluppu, en voru þó með alls konar á herðunum. Og eins er það með þetta kristna fólk, að það þarf að temjast við syndleysi sitt, venja sig á að synda ekki, því að þeir, bæði ég og þú myndu það,
gætum farið inn á þá braut. Og þegar við föttum hvað við erum að tala sjáum við og skiljum betur hvað áttir við þegar menn eru hvattir beinlínis að orði Guðs og heyra Guðsorð og vera undir afli Guðsorðs vegna þess að dagurinn þessi fallegi dagur sem nú í dag rétt fyrir jólin hvert leiðir hann? Ég bara hef ekki hugmyndu það. Ég veit bara hér ég nú. Hvað verður eftir veit ég ekki. Kannski þarf ég að grípa til bænarinnar einhvers staðar á leiðinni í dag til að hún forði mig frá að gera einhvern skandal. Ég veit ekkert það. Ég reikna ekkert með neinu reyndar. En hvað veit ég? Þetta eru dagarnir sem við erum í. Og að skilja þetta þessum skilningi segir mér, vertu á verði í dag. Kannski finnst þér þetta of mikið. Getur vel verið þegar finnst þetta of mikið. En ég segi þér, þú veist ekki hvernig dagurinn hvað gengur í veg fyrir þig í dag. Þú bara veist það ekki. En með trúna uppi, vakandi, veistu ekkert meira heldur, en það meiri möguleikar á að hún grípi taumana að því að hún vakandi. Með öðrum orðum, það olía á lampanum. Þannig að þetta allt saman með tilgangi. Og allt með sama tilgangi, það að fótur þinn skriki ekki og þú dettir kylliflatur í jörðina. Að þetta kylliflatur í jörðina getur alveg þýtt ykkur smá meiðsli eða já, þess vegna mikil. En ef þú dettur ekkert í jörðina, þá nú ekki mikil hætt á meiðslu. Svo náttúrulega þessi klassíska spurning, hvernig viljum við að dagurinn sé? Öll segjum við þetta sama, ég vil hann sé góður. Og hann getur alveg verið góður. Þú átt Guð, þú átt Jesú. Leyfðu hann bara að vera það sem hann vill í þér. Það hvatningin sem stendur eftir. Þetta hvatning til mín, ekkert meira en til þín. Hún til mín, hún til þín. Að því að við erum manneskjur og við þurfum á svona hvatningu að halda. Og stundu þurfum við á meiri hvatningu að halda heldur minni, en hver dagur fyrir sig, hann býður fram hvatningu. En að því að dagarnir eru vondir og við erum í þessum vondu dögum, þá getum við átt von á öllu hinu. Þannig við þurfum þess að blessuðu trú fyrir okkur. Það bara engin spurning það. Og við erum sæl fólki sem hefur skilið það að þetta ekkert feik. Þetta lífið sjálft. Og við erum orðið það þroskuð í trúnni okkar að við getum ekki hugsað okkur annað en að geta staðið andspænis lifandi Guði keik. Og vera sér ekki meðvitaður neitt synd eða neitt ranglæti, það hægt að lifa þannig lífi, þá stöndum við keik andspænis lifandi Guði. Og hvað? Jú, hann býður okkur velkomin. Hann kallar okkur vini sína. Hann segir hver skilyrðin eru. Ef þér gerir það sem ég býð, eru þér vinir mínir, segir Drottinn. Ekki lengur bara gestir sem að koma og fara. Við erum vinir hans. Og hvað gera vinir? Segja hverju öðrum sín dýpstu leyndarmál. Þess vegna. Þeir segja vinum sínum allt hjarta sitt. Þess vegna sé það markmið. En þjónum
sem eru bara svona vinnudýr hjá húsbóndunum. Hann almennilegu þá allt saman það ekki spurning. En þeir fá ekki nema bara part af því sem við erum að fá, þessir vinir hans. Af hverju? Því vinur hans, vinur minn og vinur þinn er oft inn á gafli hjá þér. Á þess að kannski að setjast þar að og sestu auðvitað ekkert þar að. En oft hann inn á gafli hjá þér. Oft hann við sama borð og þú og fær sér bita með hinnum í fjölskyldunni. Litla líkur á að þjónninn sé þar. Getur samt verið, en það mjög litla líkur á því. Þeir sem eru með þjónustu, eins og sumt ríkt fólk getur leyst og þeir eru með kokka sem sjá bara heimilið fyrir þá, en þessir þjónar, þeir búa annar staðar í húsinu, þeir eru þar með sér aðstöðu fyrir sig og þeir koma bara þá þegar þarf á að halda, svo bara fara þeir aftur sína leið og þess á milli kannski sjást þeir ekkert inn í húsnæði húsbónda síns. En þar eru vinir húsbóndans. Ef að því að skipta. Og þess vegna býður Drottinn okkur hlutverkið vinur. Og vinur segir hann sjálfur, hann útlistar fyrir honum og þeim allt hjarta sitt. Lærisveinar Jesús, þeir spurðu Krist eitt sinn að því hvers vegna hann talaði við fólkið í dæmisögu. Og þá segir hann, fólkið fær þetta allt saman í dæmisögu, en ég útskýri málið fyrir ykkur. Ykkur, hverjir eru þeir, ég og þú, sem höfum gert Krist að kosti fyrir okkur og höfum náð því markið að gera viljans og hann segir sjálfur að við séum vinir hans. Og hann hefur fyllt okkur með margvíslegum skilningi sem að til að mynda heimurinn bara aldeilis hefur ekki. Hann bara það. Hann bara aldeilis hefur hann ekki. En þó hann hafi hann ekki skilningin sem við höfum, hefur hann sama möguleika á að öðlast hann, þar að segja, eftir að trúin komin inn, eftir að hlýðni hans hefur verið staðfest, og hver staðfestir hana? Hlýðnina, ég get svo sem alveg gert það, en hún hefur ekkert vægi hvað þetta varðar. Nei, hann staðfestir hana sjálfur, og þar með viðkomandi orðin vinur hans. Og hvað merkir? Jú, hann kallaður inn til að mynda til að eta með húsbónda sínum, vini sínum og hlusta á útskýringar orðsins. Ekki búið að útskýra þetta allt saman milljón sinnum og þarf eitthvað að útskýra þetta lengur? Já, ég spyr þig. Þekkirðu eitthvað Biblíuna? Já, ekkert mikið, nákvæmlega. Þá þarfst þú á útskýringum að halda, alveg eins og allir hinn. Og það líka þannig, þetta blessaða Guðsorð, að það þannig gert að það dregur okkur að sér. Af hverju? Af því að það vill að þú skiljir betur og meira það sem það að segja. Þetta gerir orðið. Þannig við erum ekkert heldur að tala neina staðlausast að við erum. Enda svo sem ekki síður okkar að vera mikið á slíkum stað, með staðlausu stafina. Sumir eru þar og ef þeir vilja vera þar áfram þá gera þeir það. En við sem eru vandir að virðingu okkar, við lítum svo litið niður á þann stað. Þetta bara ódauð og hann mikill. Misjafnlega mikill reyndar.
Það getur verið alveg svakalegu fnykur, skal ég segja þér. En það sem að við erum, maður er ekkert annað en fallegur, góður blóma ilmur. Og þú veist að það getur verið mjög þægilegur ilmur af blómum. Og þar viltu vera. Og þar getur þú verið. Og þú ert þar að því þú hefur gert Krist að einhverjum kosti fyrir þig. Og allt er lífið út af því að þú gerir þetta, að því hann er svo góður, hann er svo stór og mikill. Hann leyfir þér að njóta lífsins með öðrum hætti heldur nú gerður áður en þú eignaðist vináttu hans. Og þú segir, þetta er sanna líf. Sanna líf sem sagt býr í Kristi. Og þú ferð af stað með þessa vitneskju ásamt hreinni opinberun hver Kristur er. Og aldrei er að vita nema þetta dragi mann og annan ekki til þín. Þú ert bara aukaatriði þarna og ég. Þú dregur, fólki dregst að Kristi. Við hins vegar verðum bara systkini, ég og þetta fólk sem er nýstíð inn fyrir dyr kirkjunnar og safnaðana og að segja þetta inn í rann drottins. Þetta snýst alltaf það. Söfnuður hins vegar er annað mál, en söfnuðurinn er eitthvað sem drottinn bjó til. Hann er ekki mitt verk, hann er ekki þitt verk, þú átt hann ekki og ekki ég heldur. En Kristur á hann, af því þetta snýst allt kringum hann. Hann er alltaf miðpunkturinn. Og það snýst allt í kringum hann og ég er þarna einn af þeim sem læt þetta allt saman snúast hann. Ég er sem sagt í þeim hring sem gengur umhverfis Krist. Hann er í miðjunni. Og það verður aldrei neitt öðruvísi. Og þetta er það sem hann vil boða, hefur boðað, kom til að gera og er enn uppi. Og við veitum það er lengra enn í gær. En síðan í gær síðan að Kristur yfirgaf þessa jörð upprissin. Það er orðið nokkuð langt síðan það var. Og hann skildi þetta eftir kirkjuna, söfnuðinn. Og við veitum að þetta er allt saman enn. Og það má spyrja, leiðinda spurninga auðvitað því við viljum ekkert svara þessu. Hvað annað er í dag sem að var gert fyrir 2000 árum þegar kirkjan var stofnuð. Hvað annað en hún er hérna. Ekkert. Að því að Kristus stendur vörð sitt. Þetta er erfitt fyrir marga að skilja. En Kristus stendur vörð sitt og hann segir sjálfur, ég er. Þannig að það eitt og sér getur gert okkur alveg svo sallaróleg að við meira að segja lifum lífinu mitt í COVID sem er búið að vera á 3. ár, bráðum 3 ár. Handvissum að einn daginn þá verður COVID-ið sem sagt bara minningin eins og vorum að tala og ég trúi því að bóluefni komi sem bara eins og önnur bóluefni gegn skæðum pestum virki og að börn þess vegna verði sprautuð með þessu til þess að þau fái ekkert af þessu. Við vitum að þetta er gert. Við tölum áðan rauðu hunda og misling og allt þetta. Menn eru í dag bólusettir við þessu. Ég man ekki, það er hérna merki á handleggnum og ég man ekki hvaða bólusetning fór fram þar, en það er eftir bólusetning og ég veit að þú ert með örugglega svona merki á þinni hendi. En ég man ekki við hverju þetta var. Hvað það?
að allavega það sem það átti að verja mig gegn, það gerði það 100% því að á engu slíku hefur bólað. En auðvitað koma þessar umgengnispestir og við losnum víst aldrei við það að þær leggja okkur annað við. Það eru sumir heppnari en aðrir og ég er nú einn af þessum heppnu þar því að ég fæ nú mjög sjaldan neitt af þessum pestum. Og ef þær koma þá er þetta svona bara einhver, já maður er hvorki veikur eða heilbrigður, svona einhver staðar á milli sem varir í einhverja daga og svo er það bara farið aftur. Þetta er svona mín saga að þessu leyti. En ég á Krist og ég bið það að þú eigir hann líka fyrir þig því að hann er fyrir mig og hann er fyrir þig. Það sem ég á í Kristi það gagnast ég nú ósköp lítið nema bara að því leyti til að kristinn maður er að tjá sig sína kristnu trú og er því fyrir aðra að því hann er að tjá sig sína kristnu trú. Þú sem kristinn maður, ég getur alveg haft gaman að því ef ég segði þér veðursöguna en ég áreindar engar slíkar sögur því ég er ekkert þar. Ég geti sagt þér einhverja krassandi sjóarsögu og kannski hefur gaman að henni og en kannski myndir hund leiðast hún en ef þú átt Krist í hjartaðinu þá er ekki mikla líkur á að þegar að þessi einstaklingur talar Krist að þú svona þér leiðist það. Kannski nennir ekki að hlusta á það allt en þér leiðist það ekki. En vegna þess að við erum svo já við erum alltaf að berjast við þennan tíma að þá gefum við okkur ekki heldur tíma til þess að lofa nú drottni að svolítið að spjalla við okkur. Mér þess að hann þarf að lúta þessa óþolinmæði sem að býr í mínu hjarta og þínu, allt og oft. Og stundum er það nú þannig með mig og þig að við eiginlega höfum engan tíma fyrir þetta. En sumir reyndar eru komnir það langt í sinni trú, þetta við erum á misjöfnum stað, að þrátt fyrir það að það látum við nú samt undan og förum. Allt saman á þörf fyrir hvað? Nándina við lifandi Guð. Hann er okkar fæða. Hann er okkar fæða til jafns við fæðuna sem hann nærir líkamann. Og allir menn setjast við og fá sér. En sumir taka þetta skrefinu lengra og gera sama þegar að kemur að trúnni. Að hinum uppreisna. Þá gerir hann sama. Og þetta er eitt af því sem við hvetjum, ég og hinnir sem erum að tala, að við gerum líka sama þegar kemur að orði Guðs. Orð Guðs er andspænis lifandi Guði sjálfum. Þannig hann er bara þar sem þú ert að sýsla við það. Og þú finnur þetta auðvitað oft að hann er með. Þú finnur svona kraftinn sem að fylgir þessum orðum og meira. Þú finnur líka oft og kannski alltaf þennan frið sem kemur inn. Af hverju? Það er alveg augljóst. Hann er að kynna sig fyrir þér og mér sem þennan frið. Af hverju? Hvað þurfum við annað en frið? Hvað gefur okkur meiri vellíðan en friður? Það er ekki til. Og þannig kynnir hann sig fyrir mér gegnum þennan frið. Hann býr í þessum friði. Og þetta smátt og smátt lærist að ákalla þetta nafn. Sjáu þið ekki að þetta er allt saman með markmiði. Sjáu þið ekki líka mikilvægi þess að ég og þú sem þá þetta kristna fólk að við stígum svolítið fram
Það er bara hlutverkið okkar. Margir svo sem gera þetta, en það eru fleiri sem að mættu gera þetta. En við vorum að tala áðan upptekin mig og þig, sem hefur ekki eiginlega neitt tími í þetta. Þetta er bara afsökun. Já, þú veist nú ekkert hvað ég hef nú þurft að sýsla við. Alveg rétt. En þetta er samt bara afsökun. Veistu af hverju? Af því að þú og ég og við þekkjum sama Guð og ég lofa þér því. Ef þú ferð þess svo leit, þá mun hann hagraða tímaðinu þannig að ykkur glufa opnist fyrir þig og hann, Jesús þess að. Það er mín reynsla á lifandi Guði. Þannig þó að ég gef honum tíma, að þá er nægur tími eftir til að gera allt hitt sem mig langar sjálfum til að gera. Og þetta er nú gott boð. Þarna komum við aftur að orði Guðs sem talar með beinum hætti þetta. Og þú þekkir ritningarstaðin betur og ég, því að þú ert alveg svo vel að þér í orði Guðs og þekkir þetta allt saman fram og tilbaka. Sem er orðin: leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Þannig að það tala Guðs ríki. Svo kemur: þá muniður veitast þetta auki. Og við vorum að tala það. Þannig erum við komnir að því sem að mig langar til að gera. Fyrst hann, svo það sem mig langar til að gera, því að þó ég sé trúið manneskja, þá hef ég enn langanir og þörf til þess að gera margt og ég má það. En hann setur skilyrðið. Fyrst ég, með öðrum orðum, ég bið til hans á hverjum degi. Ég lesa orð hans á hverjum degi. Eitt vers, eitt kafla, hvað sem er, en ég les á hverjum degi. Ég reyndar að les alltaf eitt kafla eins og ég marg oft búin að segja. En ég hygg að þó maður les ekki um eitt vers eitthvað staðar í Biblíunni, að þá sé það í raun og veru fullgilt andspænis Guði, því hann þekkir hjartað. Nó, það er bara svona, það er bara að henda á mann eitt stykki vers og svo bara farið. Ég myndi örugglega segja þetta alveg grútspældu. En þá get ég huggaði með því að segja: Drottinn er ekki ég. Það sem gleður hann meiri gleði en annað er hjartað sem að þó hefur þessa þörf til þess að ákalla lifandi Guð. Langur tími, stuttur tími er aukaatriði, en dagleg þörf frá hjarta manneskju, manns og konu sem að hefur þetta nafn greft í hjarta sitt. Hann er að horfa á þetta. Þannig hann er ekki fílubúki eins og ég og þú sem að það var ein setning. Það var allt sem ég hef í dag. Guð er ekki þannig. Þannig við sjáum að við getum ekkert verið að boða sjálf okkur. Boða hvað? Vondaskapið okkar, hurðaskellina, þangan sem var svoleiðis úldinn að bara já, við skiljum ekkert í því. Hvað erum við að boða? Þegar við boðum sjálf okkur. Við getum dregið upp ykkur að glæsta myndir. En hvað er sannleikurinn við það er? Ég veit það ekki. Er það þar? Ég veit það ekki. Kannski ekki. Þannig við setjum okkur til hliðar. Að því við viljum ganga fram í heilstiftri trú til uppreisis Jesú Krist. Þetta er leiðin sem hann gefur okkur. Það er að þessu sem lífið sprettur.
Það er að þessu sem menn læknast. Það er að þessu sem trúin verður öflug og trú þín hefur læknað þig, segir orðið sjálft. Það ekki? Það var nú vegna þess að ég var alltaf að biðja fyrir þér. Verða með bara spældir, maður segir eitthvað annað. Já, gott að biðja fyrir fólki. En trú einstaklingsins læknaðan. Og þú getur lesið þetta á mörgum stöðum í orði Guðs. Þekktasta dæmi þar er blóðlátið og blessaðri konunni. Bara ég fæ snert faldklæðans, þá mun ég lækna, sagði hún. Hún tróð sér í gegnum mannhafið og náði að teygja fingurinn sína í skikkjufaldina svo snerta. Og hún var læknuð. Við munum hvað Kristur gerði. Hver snart mig, sagði Kristur. Og strákandi bara klóruðu sér, hvað er nú að honum í dag, mann ekki lægi, maður. Það er alveg svolítið grúi og fólkið allir að nuttast utan í hann eins og bara er þeirra svona þröng er. En hann var ekki að tala um það. Hann var að tala um þessa trú sem snertan. Trú hennar snartan. Og hann sagði, staðfesti þetta og sagði, trú þín hefur læknað þig. Það var það sem hann sagði. Og eru þessi orð sem sagt ógild? Ég spyr þig, ég tel ekki svo vera. Ég tel að þetta sé enn í fullu gildi. Trú mín læknaði mig. Mundu það. Sama gerir trú þín. Og það er talað um trúna sem alveg nauðsynlega. Það er ekki annars rétt. Sjáu það þessu líka. Þetta er allt í orði Guðs. Við verðum að leita þangað. Við höfum ekkert annað. Og þá detta þessir yndislegu frasar sjálfa sig, margir af þessum frösum eru alveg hræðilegir maður. En akkur þeir eru, ég veit það ekki. En við bendum náttúrulega bara á sama, á veikleika okkar og svona, og þörfin eða svona þessa viðleitni okkar til þess að hlusta á allt sem við heyrum og grípa helmingin að því. Eins og helmingur sem við gripa, hann var kannski bara út í þróa. Við þurfum á Jesú að halda, hann á orðið. Og það er hjá þér, ég get lofað því og þú veist það jafn vel og ég. Ég veit alveg hvað kristinn maður á. En kristinn maður getur líka átt bók sem heitir Bítlarnir telja í, og ég á hana. Ég veit ekki hvort ég þora að segja það, ég er svo mikill Bítla aðdáandi og í alvöru er ég það nú, ég hafi elskað út á lífinu, ég hef alltaf gert. En ég er nú bara komin á blaðsíðu 100 og þetta er 800 blaðsíður. Þetta er þykkar en Biblían, þetta er svona doðrantur maður. Og þessi bók sem er komin, hún er bara ein bók af 3 sem er að koma. Þannig það er nú ekki víst að maður loftið inn í sinni þegar þær eru allar komnar saman. Þetta voru ægilegir hungar. En ég er bara komin á blaðsíðu 100. Skammast mín svolítið fyrir það, því að eins og ég oft sagt að þá er þetta mjög áhugaverð bók, en það er bara með þennan að þennan orðin að verða 70, þá er hann eiginlega hættur að lesa bækur. En 70 kallar eins og ég líka nú sjálfsagt yfir ævisögum, en ég hef nú oft lesið ævisögur. Ég leik nú ekkert yfir þeim, ég hef reyndar ekki lesið ævisögur núna bara í áratugi. Ég hafði svolítið gaman að þeim þegar ég var yngri. Alls konar sögur sem ég var að lesa.
Ævisagan er svona sín heimild. Þannig hún er mjög gild í bókmenntunum. Þetta er allt saman tóm lygi hjá þeim, segir fólk, en ég held að það sé nú ekki rétt. Þegar þú sest yfir bókaskrifir og ætlar að fara að gera skil þinni eigin ævi, þá ertu nú ekki held í upptekinn við það að vera bara að ljúga. Það held ég nú ekki. Það er svo margt sem menn er að segja. Það er svo mikið rugl oft í blessuðu fólkinu, sko. Það er allt í gangi hjá því. Og kannski hjá okkur líka. En ekki þegar við gefum Guði tíman okkar. Þá bara kemur fram speki, viska, fræðsla, uppörvun, hvatning og lækning. Þetta býr allt í orði Guðs. Og ég er að flytja þér orð Guðs. Kannski segi ég þér einhvern tímann ævisöguna mína og ég ættir að skrifa hana. Ég er nú ekkert að velta því fyrir mér. Ég hef verið svona að skrifa niður eitt og annað úr. Það er svo sem ekkert í neinu farvatni að gera eitthvað meira með það. En maður veit aldrei. Og það hefur maður nú séð af sínu eigin lífi að það hefur nú leitt mann í ýmsar áttir. Eins og ég hef marg oft sagt, og þú sjálfsagt mannst eftir, að þá átti ég nú aldrei von á því að ég ætti nú eftir að vera í skrifum eins og ég hef verið síðustu ár. Það bara hvarflaði ekki að mér. Ég, Conor Hafnarfirði, kanntu annan? Og þetta var bara svona. Enginn veit sín ævi fyrir öll er, allt í einu fór eitthvað að vakna. Og ég hef svo sem áður sagt frá því hvað það var sem vakti mig. Það var svona kannski pínulítið stolt, ég veit það ekki. Ég fór að hugsa með sjálfum mér, ég náttúrulega veit að ég er ómenntaður maður og ég var nú aldrei svo sem neitt litið niður á það. Ég fór að hugsa, allir sem að skrifa í blöðin, þetta er allt menntað fólk. En ég hef frá ýmsu að segja. Á hverju ger ég þetta ekki? Og ég byrjaði. Alveg svoleiðis bara sveittur. 110% sem þetta er nú ekkert birt. En lét þetta frá mér og það var birt. Og þetta var 1984, sem ég oft sagt. Og 1985, þetta var nú bara eitt bréf held ég sem við skrifaði þá og svo fór þetta af stað 85. 1985. Og þú eins og ég veist að það er 2021 í dag og er að koma 2022 og ég er enn að skrifa. Og ég skrifa sennilega aldrei meira en síðustu, ég hef nú sennilega aldrei skrifað jafn mikið eins og síðustu 20 ár. Og já, ennþá alveg brennandi áhuga fyrir þessu sem kannski hefur komið niður á bóklestrinum. Að ég nenni ekki orðið að lesa neina bækur eins og ég var að tala og þetta er satt. Að ég keypti Bítlabókina að því ég er svo mikill bítlakall eins og þú veist sjálfur. Og þú líka, ég sé það nú bara á þér. Segi mér þá maður, þú ert orðinn sköllóttur eins og ég. Hvað er í gangi? Eftir að fjara undan okkur bítlánum. En sérst að ég fór að, eða hvað var ég að tala? Ég man ekki hvað ég var að tala. Kannski komið tími til að stoppa. Ég held að ég er búinn að tala líka alveg nógu lengi þegar ekki. Ég veit ekki hvað ég er búinn að tala. Og ég held að ég er búinn að tala ógeðslega lengi. En við segjum þetta bara gott og Konráð Rúnar Freyþórs að þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram og gerir örugglega eitthvað meira af þessu einhvern tímann í Jesú nafni.